við ætlum að fjalla aðeins fólginföll með einhvern feril sem sagt sem við viljum finna snertil fyrir. Kannski þetta ekki gefið með jöfnu fals útslánda f(x) eins og við erum vön, heldur annan hátt sem við ætlum að sjá hér. Stundum erum við sem sagt með feril í plani, hann ekki gefin með svona formúlu útslánda f(x), heldur með jöfnu af gerðinni f(x) og y, þess að falla tveimur breytistærðum jafnt á 0. Við erum samt að skoða bara feril í plani, en við erum í raun og veru með fall að tveimur breytistærðum og við skulum skoða þetta bara með því að dempa okkur beint í dæmi. Nú, hvernig gæti svona jafna litið út? Það geti til dæmis verið hérna f(x), y átt að x í öðru pluss y í öðru mínus 25. Þið sjáu þá að ef ég skrifa f(x), y jafnt á 0, þá fæ ég x í öðru pluss y í öðru mínus 25 jafnt á 0, sem ég geti þetta umskrifað í x í öðru pluss y í öðru jafnt á 25. Og sjáum þá við erum með hring með miði 0,0 og radíus 5. Þetta við þekkjum nú jöfnum hring svolítið, séð hann allavega áður. Og við vitum að þegar við teiknum hana upp þá erum við svona hring og við sjáum að þetta ekki fall vegna þess að fyrir hvert x-gildi, fyrir hvert gildi hérna x-ánum ég með 2 mismunandi y-gildi. Og það einmitt merkjum að við séum ekki með fall. Hins vegar þetta ferill og okkur gæti langað að finna einhver snertil, segjum við okkur langað að finna hvað snertilin akkurat í þessum hérna punkti. Og það alveg hægt og það það sem við ætlum að skoða. Akkurat fyrir þetta hérna fall, það sem við erum með f(x), skulum kalla þetta samt bara fólgið fall, þá erum við, hérna segjum við sem í punktinum 3,4 og mér langar að finna snertilin þarna. Og þá erum við í fínni stöðu með þetta fall að því leytinu að við getum einangrað y í jöfnunni en við fáum 2 möguleika, fáum pluss eða mínus rótin á 25 mínus x í öðru. Bara millireikningarnir hérna y í öðru eru 25 mínus x í öðru og svo tek ég rótina og þá fæ ég náttúrulega pluss eða mínus rótina. Þannig að ég get ekki einangrað y í jöfnunni, ég fæ þá 2 möguleika. En við þekkjum þessi hérna, við vitum að þessi, ef ég með plussrótina, þá ég með post-it y, þá sem sagt stödd á þessum hérna hluta. Hér y jafnt á rótin af 25 mínus x í öðru. En hins vegar ef ég með mínus rótina, þá ég hérna á neðri hluta hringsins. Það minn alla hlutana þar sem að y negatíft. Svona. Þannig að ef mér langar til dæmis að finna snertilin þannig í punktum 3,4, þá get ég nota bara þessa formúlu. Pröfum að gera það bara aðeins. Nú, til að finna snertilin í 3,4, þá þurfum við að vita hver hallin Við þurfum sem sagt diffra fallið okkar. Og við getum gert það hérna með því að segja bara á þeim hérna hluta ferilsins, bláa hlutanum hana, þá ég með plussrótina af 25 mínus x í öðru. Og ég get diffrað það, y diffrað, 1 á móti tvísvarsinum rótin, svona, sinnum innra fallið diffra sem undir rótinni hérna, þannig að sinnum mínus 2x. Svo set ég 3 inn fyrir x-ið. Þá fæ ég mínus og við getum stytt hérna út tvistin, ef við gera það bara hérna svona. Setjum inn, þá fæ ég mínus 3 deilt með rótin af 25 mínus 3 í öðru. Mínus 3 deilt með rótin af 16 sem 4. Nú komum við með hallatöluna, þannig að snertilin hallatalan sinnum x mínus x-netið pluss y-netið. Svona, punkturinn var 3,4 og við getum einfaldað þetta í mínus 3/4 x mínus 3/4 og mínus
ætla að leggja saman hérna 4 og pluss 9 fjórðu, þetta verða 6,25. Og ég kom með snertilinn hana. Ok, þetta gekk vel. Og kíkjum við aðeins aftur hérna á dæmið. Segjum að ég vilji finna snertilinn í einhverjum öðrum punkti. Til dæmis hérna í punktinum ekki 3,4 heldur 3,-4 sem hér. Nú, þá þarf ég að diffra aftur vegna þess að nú er ég ekki með bláa ferilinn heldur hennan rauða hérna. Þannig að uppslán er aftur á mínus rótin á 25 mínus x jöru. Við getum vel reiknað þetta, við gerum það bara. -4. Ok, þá erum við að vinna með uppslánir aftur á mínus rótin af 25 mínus x jöru. Ég diffra það. Það er mínus 1 á móti 2 sinnum rótin. Sinnum innra fallið diffra sem er mínus 2x, þannig að mínus 2 sinnum x. Og við sjáum við getum einfalda þetta í, það eru mínus og mínus eru pluss hérna og tvistan er styttast út. Þannig að rótin af 25 mínus x er undirstriki og x upp á striki. Og svo reiknum við út hallan í 3,-4. Það er 3 deilt með rótin af 25 mínus 3 jöðru eins og áðan. Og við fáum 3 deilt með 4. Við fáum póstífan halla. Og segja það meikar fínan sens með við myndin okkar hérna. Snertill hér hefur klálega póstíf hallatölu, að meðan snertillin hér hefur klálega neikvæða hallatölu. Ok, við klárum dæmi hérna og finnum snertillin. Það er hallin. Þetta verða bara 4 hérna. Sinnum x mínus x-netið pluss uppslán-netið. Og við getum einfaldað þetta. Fáum 3/4x mínus 6,25. Og við erum komið snertir þannig. Nú, þegar við erum með svona fólkinföll, hérna, eins og þetta fall er, þá er til samt betri aðferð til að gera þetta. Vegna þess að sú aðferð virkar, jafnvel þó við getum ekki fundið svona einhverja 2 formúlur til dæmis fyrir uppslán eins og í þessari jöfnu. Stundum getum við bara alls ekkert einangrað uppslán. Þannig við skulum skoða aðeins betri aðferð til að gera nákvæmlega sama dæmi. Virka jafnvel þó að ekki sé hægt að einangra x eða uppslán. Og við skulum bara fara í gegnum þetta skref fyrir skref. Ok, hvað viljum við gera? Við ætlum að finna hallatölu snertils í punkti x 0,0 sem er á ferli f af x, y jafnt á 0, sem þetta hérna með jöfnu af þessari gerð. Ok, fyrsta skref. Við diffrum jöfnuna. Ok, við diffrum bara báðar hliðar í jöfnunni. Við gerum það með tilliti til x og við athugum að uppslán er fall af x. Þannig við þurfum að nota keðjuregluna. Okay, bara til að sjá hvernig maður myndi gera þetta, þá skulum við gera dæmið bara eins og dæmið sem við vorum að skoða. Skutlum inn dæmi hérna áðan við tökum næsta skref. Segjum að ég sé með hérna x í öðru pluss uppslán í öðru mínus 25 er jafnt á 0, jafnan sem við byrjuðum með áðan, og ég ætla að diffra þetta með tilliti til x. Og þá diffra ég x í öðru með tilliti til x, þá fæ ég 2x. Svo diffra ég uppslán í öðru, þá er ég að hugsa uppslán er fall af x, þannig að ytra fallið er uppslán í öðru og innra fallið er eitthvað x, þannig að ég segi 2 sinnum uppslán diffra.
Svo 25 diffraður 0 og 0 diffraður 0, þannig að hér kemur 0. Og athugið þetta hérna, vel. Við vorum með upslon af x, upslonfall af x í öðru veldi. Ég er að diffra með tilliti til x. Ég segi þetta hérna fall af x tvisvar sinnum og svo innra fallið diffrað. Að þetta er eitthvað fall af x í öðru, þá þarf það tvisvar sinnum fallið, sinnum innra fallið diffrað. Þetta er keðjureglan. Hún er notuð þarna. Ok, þannig að við erum búin að diffra. Þá er það næsta skref. Inn í þessa jöfnu, það sem við erum búin að diffra, þá setjum við x eftir x0 og y eftir y0. Ef við getum einangrað y merkt í þeirri jöfnu, þá erum við komið með hallatöluna. Sem sagt, ef y merkt í þessari jöfnu er það sem við kallum ótvírætt ákvarða, það þýðir ekki einangrað, það er bara einn möguleika á hvernig y er, þá erum við komið með hallatöluna. Sjáum aftur bara dæmið okkar sem við vorum með hérna. Svo hér var jafnan sem ég var komið með þegar ég var búin að diffra. Heldum að fara með dæmið hér. Og ég segi, í punktinum til dæmis 3,4 sem við tókum nú áðan, segi 2 sinnum 3 pluss 2 sinnum 4 sinnum y merkt er eftir 0. Ég get y merkt sinnum 8 er eftir 6 í mínus. Y merkt er þá eftir mínus 6 til með 8 eða mínus 3/4, alveg eins og við fengum áðan. Og þetta get ég gert líka fyrir punktin 3,-4, sett inn og fengið sannarlega hallatöluna. Ok, það er tvennt sem maður þarf að passa sig á þegar maður nota þessa aðferð. Fyrst alveg þurfum við að passa að x0, y0 sé á ferlinum. Við þurfum semst að athuga, er f af x0, y0, er það jafnt á 0. Og í öðru lagi, þá er þetta með að geta einangra y. Þetta virkar bara ef hægt er að einangra y merkt. Ef það er hægt, þá erum við komið með hallatöluna. Ok, þegar ég segi þetta hérna, þá skulum við sjá aðeins, gott að sjá dæmi hvað getur eiginlega klikkað, hvernig geti þetta klikkað. Tökum hérna dæmi, bara sama jafna, mónum henni. Finnum hallatöluna fyrir snertil í punktinum 1,1 og við erum ennþá hérna að vinna með x í öðru pluss y í öðru mínus 25 er eftir 0. Nú, ef við kíkjum á myndina, fínu mynd sem ég teiknaði, hér, hérna á myndinni, þá sjáum við ef ég fer í 1,1, þá er ég hér. Þetta er ekkert á ferlinum og það hefur það enga merkingu að reyna að reikna út hver ferlin er þarna. Hvernig reiknum við þetta? Við erum aftur í dæmið. En 1,1 er ekki á ferlinum. Svo 1 í öðru pluss 1 í öðru mínus 25 er svo sannarlega ekki aftur 0. Ok, þannig að ef við skoðum formúluna fyrir hvernig þessa formúlu, þá sjáum við það er ekkert í fyrirstöðu að setja 1 inn í þessa formúlu. X eftir 1 og y eftir 1. Og við myndum fá út eitthvað y merkt, en það hefði ekki neina merkingu með við ferlinn sem við erum með. Ok, annað dæmi um eitthvað sem getur klikkað. Sami ferill, nýr punktur. Nú, 5,0 er klálega á ferlinum vegna þess að 5 í öðru pluss 0 í öðru mínus 25 er klálega 0. Þannig að þessi hérna punktur er á ferlinum. Það klikkar ekki, eins og í síðasta dæmi. Við pröfum að reikna út afleiðuna. Munum að við vorum með 2 sinnum x pluss 2 sinnum y sinnum y diffrað er jafnt á 0.
Og núna ef ég set þessi gildi 5 og 0 þá fæ ég 2 sinnum 5 pluss 2 sinnum 0 sinnum y diffrað er jafnt á 0. Ég fæ bara 10 er jafnt á 0 sem enga merkingu. Þannig að hérna gæti ég ekki einangra y merkt í jöfnuna því að það núlaðist út þarna í þessu dæmi. Okay, þannig að í þessu tilfelli þá hjálpar aðferðin okkar ekki að finna snertilinn. En þessi punktur er samt á ferlinum þannig að það lítur að vera til snertill en þessi aðferð hún hjálpar okkur bara ekki að finna. Ef við hugsum aðeins hvar við erum á myndinni, við erum akkurat í þessum hérna punkti, bjargaðist inn hann aftur, við erum akkurat í þessum punkti, 5,0 og auðvitað hefur fallið snertil þarna, ferillinn snertil, það er þessi hérna beina lína. Þetta er akkurat í x jaft og 5, þetta er bara, við lóðrétta línan x jaft og ekki 0, heldur 5. Það er snertilinn til þó aðferðin hjálpa okkur ekki að finna hana. Þetta er það sem að skrefin eru og við skulum taka bara eitt dæmi í viðbót til að svona æfa aftur aðferðina. Og þetta eru þessi tveir hluti sem þarf að varast. Fáum þessa jöfnu gefna og við ætlum að finna jöfnu snertils í mínus 1,0. Nú við erum með feril sem heitir y sinnum sinus af x er jafnt á x í þriðja pluss kósinus y og ekki sé ég fyrir mér á þess að nota eitthvað tæki hvernig þetta lítur út. En við getum pröfað bara mjög einfaldan hátt í MATLAB að skrifa easy plot og skrifa upp fallið okkar y sinnum sinus af x er jafnt á x í þriðja pluss kósinus y svona og fáið þessa fínu mynd af þessu skemmtilega ferli. Punkturinn þar sem við ætlum að reikna hallatöluna, við skulum fyrst reikna, skulum athuga, er þessi punktur hérna á ferlinu. Við segjum y er 0 sinnum sinus af mínus 1 er það jafnt og mínus 1 í þriðja pluss kósinus af 0. Og kósinus af 0 er 1 og mínus 1 í þriðja er mínus 1. Þannig fáum sannarlega að 0 er jafnt á 0 hérna. Þannig jafnan er uppfyllt fyrir þennan feril, fyrir þennan punkt, jafnan er uppfyllt fyrir þennan punkt og við vitum hann er þá á ferlinu. Prófum þá að teikna hérna inn á. Því ég ætla að teikna inn á sömu mynd, þá þarf ég að skrifa hold on, annars býr hann til nýja mynd. Og ég ætla að plotta punktinn þar sem ég ætla að finna snertilinn, mínus 1,0 og til þess að hann sjáist þá ætla ég að láta hann að vera hérna svona feita stjörnu. Sjáum hvort við sjáum þetta á myndinni. Það, akkurat hér ætla ég að finna snertilinn. Ok, við reknum. Tökum hérna jöfnun okkar. Og við diffrum. Afsakið allt þetta hérna fram og tilbaka. Við diffrum með tilliti til x. Ok, ég er með margfeldi af tveimur föllum hérna. Þau eru bæði föll af x, þannig að ég fæ fyrst y diffrað sinnum sinus ódiffrað pluss y ódiffrað sinnum sinus diffrað. Sinus verður kósinus. Svo erum við x í þriðja diffrað, það verður 3x í öðru. Og svo erum við kósinus af y. Okay, munum að vera með y er eitthvað fall af x, þannig að hér inni er eitthvað fall, eitthvað innra fall. Við segjum kósinus diffrað verður mínus sinus. Sinnum innra falli diffrað, sem sagt sinnum y diffrað. Svo setjum við hérna gildi fyrir x og y inn. Þá fæ ég y diffrað sinnum sinus af mínus 1 pluss 0 sinnum kósinus af mínus 1 er jafnt og 3 sinnum mínus 1 í öðru mínus sinus af 0 sem er 0 sinnum y diffrað. Svo ég setti hérna punkti minn inn fyrir x og y í jöfnunni.
og það er fínt að gera þetta áður en maður byrjar að reyna að einangra Auslund diffra. Okay. Svo reynum við að einangra Auslund diffra í þessari jöfnu. Við sjáum að þetta hérna er 0, þetta hérna er 0, hér er bara þiffað. Er jafnt og 3 deilt með sínus af -1. Þegar við erum komið með hallatöluna, þá þurfum við bara að setja inn í jöfnu snertils. Og hún er komin hér. Og auðvitað er með 0 hérna, þannig að ég get einfaldað þetta. Þá lítur þetta einfaldlega svona út. Við getum teiknað þetta inn á myndinu okkar. Ég teikna upp snertilinn minn hérna og sé að þetta er alls ekkert snertill í punktunum. Ég hef gert eitthvað vitlaust. Ok, ég fer aftur í útreikninguna mína hérna. Hugsa, hallin var svona, ég er nokkuð viss að hann sé réttur hjá mér. En hvernig var nú, hvað get ég hafa klikkað á? Já, punkturinn er -1,0 og ég sleri því við. Þannig að vera -1,0, ekki 0,-1. Við pröfum aftur þá hérna. Leiðréttum bara villuna. Jafna mín á að vera 3 deilt með sínus af -1 sinnum x plus 1, x mínus -1, plus 0. Og við pröfum að setja þetta inn í MATLAB, sjá hvort við viljum teikna þetta fyrir okkur og fáum þess að hérna fínu fjólblá línu sem er akkurat snertill í punktinu. Þannig að það var mér mun betra svar. Þannig að fínt að geta að tjekka sig af með að teikna upp og sjá fyrir sér hlutina. Af því að við hefum enga leið til að sjá það bara beint á jöfnunni hvort þetta væri snertill eða ekki. Ekki nema við bara teiknum. Og já, skulum segja þetta gott formúluföllin í þetta sinn.